Já, það var komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor sem er staddur á Akureyri. Vertu velkominn í samstöðuna. Takk fyrir það. Herðu, það berast fréttir það að Bandaríkjamenn eru afturfallir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænugarð og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimsstyrjöldina? Ég myndi nú ekki fara að tala heimsstyrjöld nema það sé komin bein átök milli stórveldana og þá það aðalega ef það átök milli Bandaríkjanna og Kína eða ef það bein átök milli Rússlands og Bandaríkjanna. En ég myndi nú ekki segja að við erum komið þangað, en allavega þetta mjög eldfimt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íransstríð sem þú nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump 1 klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalag, þetta sé bara svona einhver orðalagsbreytingar sem þurfa að gera, þetta sé mestuleyti komið samkomulag, en þetta var þetta svona líka með Úkraínu og verið að sagt það væri að koma samkomulag og svo var ekkert. Síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árásir og síðan tala sé vopnahlé, en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil, en það tala einhver átök við Hormúsund sem sjálfsvörn Bandaríkjanna og svo svara Íranir við með einhverjum árásum á móti, en þannig að þetta var erfitt að átta sig á þessu hvort það sé að verða eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það sem fréttirnar sem að berast eru svo mótsatnakenndar. Með Úkraínu þá svo bandir á, þá eru á loftarásir á kænugarð og það sem hefur verið áberandi það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótum sínum undanfarið á orkuinnviðum Rússlands og meira þess að Vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orkuinnviði Rússlands vegna ástandsins sem í heiminum varðandi Hormúsund að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og Hormúsund lokað þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau eru mjög, það ekki bara Austur-Asíu heldur Evrópuríkin eiga mjög bágt á því sviði. Þannig að það vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann að senda skilaboð til Bandaríkjanna það að þeir séu að verða búnir með sínar eldflaugar, intercept missiles til þess að verja sig og vill meira. Þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íransstríðið hófst komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur-Asíu til Miðausturlanda til þess að hjálpa vegna stríðsins í Íran. Þannig að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraína að ráðast á orkuinnviði Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög harð viðbrögð frá Rússlandi og þau birtast í þessum hörðum árásum á höfuðborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sitt starfsfólk vegna yfirvofandi árásar á kænugar. Þannig að þetta svona þetta náttúrulega ákveðið stigmögnun þarna, en ég myndi ekki búast fyrir öðrum því ef það eru árásir á orkuinnviði Rússlands sem grundvöllur hagkerfis Rússlands, ef það mikið þá endar það með mjög hörðum viðbrögðum og menn tala mikið Pútín og mér skilst að innan Rússlands sé hann gagnrýndur fyrir að hann hafi ekki sýnt nægilega mikla hörku hingað til og ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort það verður stór árás eins og hann að hóta, en allavega það það sem að gerast núna. Varðandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga á friði í Miðausturlöndum og virðist vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samningum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná einhverju samkomulagi og opna Hormúsund sem náttúrulega hagsmunamál fyrir allan heiminn í dag. En varðandi stigmögnun að við förum aftur til Úkraínu, að þá kannski fyrir 2 árum að
að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarni misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland, það var talið vera of hættulegt, gæti leitt til stigmörnunar. Rússland líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni þá áttu ekki að ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar af því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna þetta, ég segi ekki svona daglegt brauð en næstu því að Úkraínumenn gera innrásir djúpt inn í Rússland og Rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Pútín að svara af enn meiri hörku og mögulega svo mikillega að þetta stríð stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvers vegna gerum við það ekki, segja harðvínumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmda til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, Rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur Rússa. Svo stríðið heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og jafnvel breiðast út. Já, sko, þegar ég var unglingur, ég vísti því að ég það saman við því að þá var svona viss ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það að fólk hér fyrir áratugum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru Sovétríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilburður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í Höfða á Íslandi sem að Gorbachev og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd. En á þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretland eða einhver myndu styðja með vopnum eða einhverjum aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland. Það var að gera innrás í Rússland í Kursk á sínum tíma og svo núna er verið að skjóta drónum eða eldflugum inn í Rússland, inn í Moskvu og allavega. Þetta hefði verið algjörlega óhugsandi. Hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag? Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfaldlega, maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum, hugsa ekki þau. Og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum. Það bara sko ekki stórri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað tactical nuclear weapon, það er að beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvern veginn vonað að það myndi aldrei koma til þess en það er bara vandinn við það ef að þú ferð að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu. Það er ekki eins og í akademíunni hefur það ekkert verið rannsakað hvernig ef að þú ferð að beita kjarnorkuvopnum hvernig stigmögnunum myndi verða og það er engin reynsla fyrir þessu. En það eru talsmenn innan Rússlands sem eru farin að tala þetta svona að það eina sem þýðir til þess að ljúka þessu stríði sé slík árás og það er alveg ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið þau vinna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu líkurnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengjur, lítið sprengja í austur, til dæmis í vesturhluta Úkraínu, eins langt frá landamærum Rússlands og svo hægt er, því þeir vil ekki fá yfir sig afleiðingarnar af kjarnorkustríði, geislavirkni og allt þetta. Kannski er það líkur að aukast aftur, þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning, við sjáum bara það að stríðið er búið að standa yfir í meira en 4 ár og víglínan hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði, að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem veldur tjóni og nú eru Rússar að svara með
með því að skjóta eldflugum, ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni beint inn í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendimenn sendiráð þurfa að koma sér í burtu, sendiráð starfsmenn áður en það gerist, þannig að þetta ákveðin stigmagnun. Svo spurningin hvað gerist næst, en það alveg ljóst sko að sko, það, eins og við höfum séð í Miðausturlöndum í Persaflóanum, það mjög erfitt að verja hérna orku innviði. Þú séð það til dæmis bara Bandaríkin með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og Bandaríkin hafa ekki getað varið orku innviði þessara landa. Þeir hafa eins og svo Katar búið að kannski 20% af gasinnviðum Katar sem er ónýtir og það hefur ekki, Katar með herstöð frá Bandaríkjum hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einu sinni sínar eigin herstöðar og Rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði. Þannig að markmiðið er náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega. En á sama tíma eru Bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússlandi til að ná eins mikilli olíu inn á heimsmarkaðinn eins og hægt er. Þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd, þá eru Bandaríkin eru með allt aðrar áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína. Ef þú ert að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu, þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland. Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma því þannig fyrir að þetta gerist. Já, ég meina ef þú verið forseti Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með það Sovétríkin féll með 52 milljónir manna og núna er þetta kannski 20-25 milljónir manna og aldurshlutfallið orðið mjög óhagstætt. Það er erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Þeir eru víst orðnir mjög afkastamiklir í drónaframleiðslu en drónar gera ekki mikið tjón eins og eldflaugar. Árásirnar hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara geta ekki valdið eins miklu tjóni eins og hérna eldflaugar sem hafa í skortum skammti og svo núna hafa þeir ekki vopnað intercept missiles til að verja sig og þá er bara höfuðborgin berskjölduð og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til Bandaríkjanna að þá er bara Bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungadeildinni talað það að byrðastaða Bandaríkjanna stjórn hættulega lág og það var öldungadeildin sem hefur talað þetta. Það var talað að gagnrýndur það hann sé að ógni þjóðaröryggi Bandaríkjanna að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem er stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna er að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það til með sér Kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að vera búið með sín vopn. Ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkjanna gagnvart Tævan eða á Suður Kínahafi. Þannig að þetta er hættuleg þróun fyrir Bandaríkin að halda þessu áfram. Þess vegna Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarkað fjárhagslega getu til þess að aðstoða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu. Og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarkað framleiðslugetu. Eflaust getur það að bæta úr því á næstu 5-10 árum. En þetta tekur allt töluvert langan tíma. Þannig að ef að Úkraína er orðin berskjölduð núna gagnvart loftárásum þá eigum við eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvaða afleiðingar hefur það. Ég veit það ekki. Svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hissa á því þó að forseti Úkraínu, hver sem það væri, myndi hugsa svo að það eina leiðin til þess að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu. En þá náttúrulega erum við farin að tala eitthvað sem þú talar þú talar heimsstyrjöld. Ef við verðum að tala beina þátttöku Bandaríkjanna í þessu stríð, þá náttúrulega verðum við komin miklu nær því að vera eitthvað sem væri heimsstyrjöld. Þá væri komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum. En kannski
Fyrir 2 árum að þá var þetta svo til bein átök. Þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðarsérfræðinga í Suður Víetnam, svona áður en var svona formlega gengist við því að það væri heraflið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig. En mér langar aðeins að spyrja þarna kjarnorkuvopnin. Þú ert að tala tactical vopn. Hvað það og lítil kjarnorkusprengi í dag, hvað það? Því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur en þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki. Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið þessi tactical nuclear weapons. Þetta eru litlar sprengjur sem væri sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli sem væri sem minnst manntjón bara til sem viðvörun og þetta eru minni sprengjur. Og það verið bara til að senda signal bara, þá myndi ég býst við því að þá sé hugsunin svo í Rússlandi og ef að því er beitt, sem skulum vona verið ekki, að þá væri það bara þetta er bara viðvörunarskot, bara sko nú verðum við að fara að ljúka þessu, þetta er búið. En hvað spurningin, ef þú sprengir minni kjarnorkusprengju, það sem er kallað tactical nuclear weapon, sem er til að senda einhvern skilaboð, hvernig bregðast Bandaríkin við því? Hvernig myndi Evrópa bregðast við því? Það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnorkuvopn, svo Frakkland og Bretland, og svo náttúrulega Bandaríkin með kjarnorkuvopn, svo eru fleiri lönd með kjarnorkuvopn í heiminum líka eins og Pakistan og Indland, það er fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríkin? Ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við einhvers konar kjarnorkuárás á Úkraínu með því að svara með kjarnorkuárás. Ég held ekki. Enda hafa hátsettir aðilar eins og fyrirverandi forseti fulltrúadeild Bandaríkjanna sagt beinlínis að Bandaríkin myndi ekki fara í kjarnorkustríð út af eins og Íslandi sem er einnig með þessu NATO-ríki. Þannig þá myndu menn bara segja svo að nú verður þetta að stoppa. Það er hugsunin, en við vitum ekki hvernig viðbrögð myndi verða. Og það er það sem harðlínumenn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorkuveldi. Sprengt eitthvað litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða, en því myndi fylgja svona yfirlýsing það ef að þeir gefist ekki upp innan 10 daga þá sprengjum við Kív, eitthvað svoleiðis. Svipað og kannski þetta er sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagnvart Íran, hann var fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftárásir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyðans. En það virkaði ekki, vegna þess að ógnin var ekki nóg. Og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala að eyðileggja, sko, þú veist að Íran er ábúðslega stórt land, það er sko, slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar þarna og þetta eru 90 milljónir manna og hann var að tala að eyða heilli siðmenningu. Þá var hann að tala að eyða, hann myndi þurfa enga tactical nuclear weapon af það, hann myndi þurfa bara stóra kjarnorkusprengjur ef hann ætlaði bara að eyða Íran. Og ég var að hlusta á auglýsingar frá honum núna sko út á Hormónsundi og þá varðandi Óman sem er bandalagsríki Bandaríkjanna, ef þeir myndi ekki líða og varðandi Hormónsund þá verið þeir sprengtir í loft upp líka. Hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þetta er náttúrulega, ég meina, þú ert þá bara að tala kjarnorkusprengi væntanlega. En ég veit ekki hvort hann okkur aðili tekur marka á þessu, en allavega í Íran er þetta þannig að Bandaríkin voru með loftárásir í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta ríkisstjórn í landinu, en svo var sagt að það hefði ekki staðið til og þeir fá meiri harðlínumenn í staðinn fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir að gera árásir á árásir á orkuinnviði og bandarískar herstöðvar og það hefur komið í ljós að tjónið á bandarískum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fætt að sýna og gera sína eigin greiningu. Og eyðilegging líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra. Það hefur líka komið. Það er mjög trúlegt. En svo hafa lönd við Persaflóan ásakað Bandaríkin að aðal áhersla Bandaríkjanna varðandi að verja, sko, þá hafi við aðal áhersla Bandaríkjanna verið að verja Ísrael í stríðinu. Miklu minni áhersla á að verja lönd eins og United Arab Emirates sem eru Sameinuðu arabísku furstadæmin eða Katar eða Sádi-Arabíu. Sko, hollustan við Ísrael í Bandaríkjunum er miklu meiri heldur en þessum ríkjum.
en tjónið sem hefur orðið þarna gríðarlega mikið. Og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkaðar og viðbrögð Íran eru takmarkaðar. Bæði Íran og Bandaríkin vita það, ef þau eru allshelja stríð við Persaflóann, þá mun Íranir bara hreinlega geta eyðilagt þessi svokölluðu Gulf States. Þá eru Saudi-Arabía, Katar, United Arab Emirates og Oman og allt þetta land. Þeir myndu eyðileggja eimingastöðar þarna. Það hefur verið ólíft í þessum löndum og síðan orkuinnviðina, og það eitthvað sem að ég held að aðilar þess vegna halda þær aftur að sér. Bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran geti leitt til þessa, og það óafturkræft, og það eru innviðir sem að taki mörg ára að byggja upp. Það myndi hafa svona alvarlegar afleiðingar á heimsækkerfið. Hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu. Það tala um að opna Hormúzsund, þú sér það að Íranir, þeir setja forgang á að Hormúzsund verði opnað en undir þeirra stjórn. Þeir geti tekið 2 milljónir af hvert skip sem fer þarna í gegn. Þeir vilja fá frystar eignir sem þeir erlendis, þeir vilja fá þær tilbaka. Viðskiptaþvingunum verði aflétt. Þeir vilja minnka mikið viðveru Bandaríkjanna á þessu svæði. Þetta eru þeirra kröfur, að meðan að Bandaríkjamenn leggja aðaláherslu á að þetta kjarnorkuprógramm þeirra, að það sé hægt að ljúka því. En það myndi taka langan tíma að semja það. Það spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækkerfisins að Hormúzsund verði opnað og það fari í gangi eitthvað samningaferli. Það náttúrulega komið í ljós sem kannski kemur einhverjum óvart, að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir þetta stríð, og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur, og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á. Og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu. Það eru 2 stríðsaðilar sem á engan hátt geta fallist á kröfur hins, og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti. Það rís og hnígur og brýst út, og svo verður eitthvað vopnahlé, en það heldur meira og minna áfram. Og með hættunni á stigmögnun, að á endanum, ef þú skilur svona stríð eftir, þá mun það breiðast út ef þið tekst ekki að frysta það í. Ef þú horfir á, eins og spennta með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að annaðarinn getur alls ekki fallist á kröfur hins. Þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri en 4 ár, og stríðið í Íran svona líka, því leyti að eins og benda munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það ekkert svæði þar sem það geta saminast. Þau eru allstaðar, það ekkert overlapp. Þau eru allstaðar svo fjarri að það engin möguleiki að semja. Hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran það að stríði í Íran getur haft svo miklu alvarlegri víðtækar afleiðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið. Svo alvarlegar afleiðingar að miklu alvarlegri afleiðingar heldur en stríðið í Úkraínu haldi áfram einhvern tíma. Þannig að það sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif, og til dæmis svo Kínverjar til skamstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að þetta stríð sé í gangi að því leyti að þó þeir séu örugglega ekki hrifnir af þessu. Ég er bara að segja því leyti að þá eru Bandaríkin upptekin þarna, og það verið að færa vopn frá Austur-Asíu, Bandaríkjum Bandaríkjanna til Miðausturlanda, og þá er verið að veikja stöðu Bandaríkjanna í Austur-Asíu. Þannig að fyrir Kínverja til skamstíma litið, fyrir það sem að stjórna í Kína, þetta ekkert alls slæmt. En til lengri tíma litið, ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækkerfinu, þá hefur það afleiðingar á þá. Hins vegar hafa þeir tíma því því Kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki í Austur-Asíu, þannig að þeir hafa meira þol heldur en önnur lönd, sem náttúrulega hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi, þeirra auðlindum. Þannig en til lengri tíma, það land sem geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína, og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega verið að falast eftir aðstoð Kína, og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína. En ég held að Kínverjar séu þannig að þeir
noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, heldur notuðu mjög sparlega og þau notaðu þegar að henta þeim sjálfum. Þeir eru bara eins og önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmuni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á lönd eins og Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við, en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara Rússar að þrýsta á Íran. Við vitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmuni. Fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt. Þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu olíu sem þeir eru að framleiða og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með. Þannig að fyrir Rússa líka til skamstíma þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldeyristekjur verulega og það er að Úkraína hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óánægð með því að Bandaríkin séu að aflétta viðskiptahindrunum á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varðandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegis. Þannig að en svo þegar hagkerfið eru allir svona háðir hver öðrum, þetta er svona þessi hnattvæðing að það eru lönd svo háð viðskiptum við hvert annað, að þegar að heimshagkerfið, ef það verður heimskreppa eða mikill samdráttur, þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhvern tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland þau sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum að halda áfram og þá ef þú komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli. Þú kannast við það í umræðinu að það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump varðandi Íran hafi verið stórkostleg mistök og eiginlega mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitík sinni. En má ekki vera að ég meina, það eiginlega getur ekki verið, hann hef ekki séð fyrir afleiðingar á lokun Hormússunds, það bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsi sem svo að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverskt hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að líta svo út að staða Kína sé að styrkjast. Það eru til aðilar í Bandaríkjunum eins og John Mearsheimer, frægur stjórnmálafræðingur sem þú veist hver í Chicago, sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að það hafi verið stórkostleg mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 2001 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það er orðið núna, það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu. En það sem hafi gert bara óvart í millitíðin að það færist hernaðarstyrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að það verið að færast til Kína. En bara málið er það að miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt til svo mikillar sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að öll Asía er meira minna háð í hlutum. Það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leyti í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla er kannski framleitt í 20 löndum og svo er nú sett saman einhvers staðar. Oftast væri það í Kína, af því það er bara svo stórt. En ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum við einangra lönd við þessar aðstæður, þar sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settir saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína, samsetningarverksmiðjur margar fyrir allan heiminn eru í Kína. Það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína, stór fyrirtæki. Ef þú ætlar að fara að einangra Kína, þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög margar hátæknivörur og svo fyrir utan það eins og ef þú tekur Kína hefur nánast einokun á sjaldgæfum málmum. Ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths, að þá myndi hergagneinar Bandaríkjanna fljótlega lamast. Já, en svo er staðan núna, en það held ég sé bara öryggisstefna orðið allra ríkja að draga úr
því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín. Einhver leyti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leyti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu, að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna, hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að veikja hnattvæðinguna, að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar. Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá svona falli Sovétríkjanna 1991 til svona 2016-17 þegar kínverska hagkerfið verið stærri en því bandaríska og jafnvægisgengi, þá voru Bandaríkin með svo kallar engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjunu. Hjálpa Kína að vera hluta heimsækjunu. Og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnahagsuppbyggingu á útflutningi og stærðarhagkvæmni og sérhæfingu. Og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráðandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar það gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína er orðið jafnstórt hagkerfi og Kína er orðið jafnstórt hagkerfi því bandaríska 2016 og ýmsar mælikvarðar þarna sýna það að Kína er orðið stærra útflutningsríki heldur en Bandaríkin, meiri iðnaðarframleiðsla í Bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og þú segir, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður forseti í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einangrunarstefna Kína, containment, sem hefði verið beitt gagnvart Sovétríkjunum, sem var lokað hagkerfi. Og eftir það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar. Það er bara, Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum. Bara aldrei. Það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einangrunarstefnu, því að ef þú gerir það þá brýtur niður allt heimsækkerfið. Það er ekki hægt í svona heimi það sem er svona mikið sérhæfing og það sem menn að nýta sér hagkvæmni í stærðar. Auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn það tekur langan tíma og það myndi draga úr hagvöxt í heiminum því að þessi sérhæfing og stærðarhagkvæmni, hagvöxturinn í allir Austur-Asíu, það sem er mestra hagvöxtur í heiminum, en það er líka í dag, kemur út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðhvertaðu og þau sérhæfa sig og það, ef þú skoða bara viðskiptanetið í Austur-Asíu, það er ofboðslega þétt. Það er meiri viðskipti heldur en á sameiginlegu markaði Evrópusambandsins. Austur-Asía er ekki með sameiginlega markað. Þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framleiða hluti í miklu magni og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað. Þetta er mjög erfitt að snúa þessu við. Ég sé ekki hvernig það á að vera hægt. Þannig þessi hugmynd containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið eins og Bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað. Þannig að þó að þú einangraðir Sovétríkin, þá hafði það voðalega litlar afleiðingar. En það ætla að fara að einangra Kína í dag, það er algjörlega vonlaus stefna. Það mun aldrei virka. Ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valta eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína. Það er bara vonlaust. Það myndi hafa svo víðtækar afleiðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstæðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunarríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína. Þannig að ég meina ég get ekki séð, þetta er ekki hægt, ef þú gerir þetta þá er þetta stórskaða sjálfan í leiðinni. En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamir svaraði spurningunni getur Kína risið í friði snemma á þessari öld og hann svaraði nei. Og þess vegna var hann með að segja að það veri hagsmuni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína, ekki að ýta undir vöxtinn, því að ef það var ýtt undir vöxtinn þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri Bandaríkjamenn myndu skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi, samkvæmt sögunni, á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tveggja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annað slíkt. Það var bara, hann var eiginlega að benda á það að ef að Kína rísu upp,
að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka milli Kína og Bandaríkjanna, kannski ekki á morgun, en kannski okkar líftíma. Já, það auðvitað alveg hægt á því, en svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sá fundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeim skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjanna á þessi fundur við ekki hafi verið undir búin, það var tekið vel á móti Trump, en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjanna og lagði áherslu á aukin viðskipti og sameiginlega hagsmuni og löndin eigi að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi, auðvitað þetta bullandi samkeppni þetta líka. En já, það auðvitað hægt á því og það er mikið spenna á Suður-Kínahafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopnasala til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig, en allavega ég held að það skiptir miklu máli núna að þessi leiðtogar sé að hittast reglulega og þeir hittust áður í október í Suður-Kóreu og núna í Peking og svo mér skilst að Xi Jinping sé svo að fara til Washington í opinbera heimsókn. Þannig að þeir þurfa að halda þessum samtölum opnum, en það er spurningin, ég meina, hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar. John Mearsheimer heldur það. En síðan eru aðrir fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína. Má ég koma þessu Hilmar, af því ég veit að þú eru á Suðaustur-Asíu og Suður-Kínahafi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku, ég fæði ekki til að fá á henni. Ef þú horfir á Suður-Kínahaf og ef að þú ert staddur þar og ert að skoða möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að Bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hvorki heraflin né viðskiptalegum styrkleika, og ástandið í Mið-Austurlöndum held ég að fái löndin í kringum Suður Kínahafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta Bandaríkin ekki varið okkur. Það bara, þeir geta ekki varið Sameinuðu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið Suður Sádi-Arabíu sem að vil gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur en að leita að einhverju vernd hjá Bandaríkjunum. Og þannig að Bandaríkjamenn geta mist stöðu sína í Suður Kínahafi. Það ef maður fer aftur til Mearsheimer, það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína, að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli Bandaríkjanna og Kína. Það er einmitt liður í því að það eykur líkurnar að það verði á endanum átök á milli Bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum heimavelli, ef við getum orðað þannig. Já, það má segja það að Bandaríkin hafi svolítið núna, Bandaríkin hafa áður, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara 1/4 af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef Kína nær að halda áfram að vaxa, þá verður Kína miklu öflugra heldur en Bandaríkin, efnahagslega, og það mun verða líka hernaðarlega. Málið er það, að benda á þegar Bandaríkin fara í þessi átök við Íran, þá eru þau ekki bara að setja bandalagsríki sín við Persaflóann í mikinn vanda og er hreinlega stór hættu með þeirra tilvist, Sádi-Arabíu, Katar, United Arab Emirates, Óman og svo framvegis, Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnur lönd í Austur-Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin, það var neyðarástand á Filippseyjum út af þessu orku, það frekar fátækt land, stórt land yfir 120-130 milljónir manna, neyðarástand á Filippseyjum vegna þessa orkuskorts, þeir eru svo háðir Persaflóanum, lönd innríki eins og Japan og
Suður Kórea mjög háð orku og þetta gera Bandaríkin á nokkuð samráðsvísi ríki. Lönd, ég var í Bangkok í rannsóknarleyfi, lönd eins og Tæland eru mjög háð orku líka og eru með stóran ferðamenn einað. Þau fá ekki lengur ferðamenn í neinum svipuðum mæli og áður frá Miðausturlöndum sem voru með stór hluta þeirra ferðamennum. Utanríkisráðherra Tælands var nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvarta hvernig Bandaríkin ætlaði að bæta þeim þetta upp, þetta tjón sem þarna hefur orðið hjá þeim, þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þarna verða lög, og Tæland er til dæmis Treaty Ally, það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við Bandaríkin, það bitnar mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo og tökum lönd eins og Víetnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi. Það er ákveðin hætta því að þessi lönd sem færist nær Kína, þau sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandalagsríki Bandaríkjanna að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir í öryggismálum bitna á þeim sjálfum. Og þannig að þessi bandalög sem Bandaríkin voru að mynda þau eru orðin mjög brotandi, eins og Quad sem Bandaríkin mynduðu, bandalagi milli, það er Indland, Japans, Ástralía og sem þar eru og síðan er AUKUS sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin. Bandaríkin að veikja þessi bandalög og við vitum náttúrulega, svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er allt saman, hvernig ástandið þar er. Þannig að það virðist vera sko að Trump, hann er unilateralist, hann vill vinna einhliða og hann metur svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu Kína vegna þess að lönd eins og Tæland sem er eitthvað 70 milljónir manna skiptir töluverðu máli ef að þeir fara að snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausir og þeir eru með náið öryggissamstarf við Bandaríkjanna þar á meðal heræfingar og senda hermenn til Bandaríkjanna frá sér í þjálfun að þetta grefur undan trausti á Bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún er sérstök og svo tölum Evrópu líka Grænland að hollasti bandamaður Bandaríkjanna í allri Evrópu er Danmörk og það að taka Grænland og reynda að skilja Bandaríkjanna sömu leyti sko. Nú hafa farið fram samningar milli, maður að heyra samninga og að byrta greinum það í New York Times þar sem að Bandaríkin gera kröfu að fjárfestingar í Grænlandi að þeir vilja hafa eitthvað neitunarvald það að segja hvað hinn stórveldin að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkin, Kína og Rússland. Ég skil þau viðhorf Bandaríkjanna algjörlega. Það er varnarsamningur milli Bandaríkjanna og Danmörkur og Grænland í þeim pakka að ef að það er varnarsamningur þá skil ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að segja hvort til dæmis þeir verða að reisa hafnir eða flugvelli eða eitthvað frá Kína í Grænlandi. Ég sá það í þessari New York Times grein að grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin verða að skipta sér af fjárfestingum annarra ríkja í landinu. En ef þú ert með varnarsamning, alveg eins og við erum með, að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varðandi orku innviði. Hins vegar okkar tilvík þá er alveg við rættum með fyrir þáttum, við fengum alveg skilaboð að það væri ekkert svoleiðis í gangi hér. Hins vegar megum við stunda viðskipti. Ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína. En orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæðið. En allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman einn. Já, einhver leyti er að náttúrulega að draga athyglinna bara til Ameríku og Ameríkana, Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar af leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að
Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jarðar. Já, það er líka þessi áhersla líka á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, árásin á Venezuela, og það er stundum svolítið eins og Trump hafi haldið það að árásin á Íran væri þannig að stjórnvöld þar myndu að hrynja bara á 3 dögum eða eitthvað, og það er stjórnarskipti. Eins og þegar fórsetið hún með rænt. Áherslan Það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela, það voru ekki stjórnarskipti. Nei, bara tekið þessi fórseti og búið, og eins og þú segir, það var ekkert game change eða stjórnarskipti, frekar en í Íran tókst það ekki heldur, drepa einhverja aðila, og mér er nú sagt að mér var sagt það að ég hef verið að tala ýmsa aðila þar á meðal Pakistan og fleiri aðila, að mér leiðtogi Íran sem var dó þarna í sprengjuárás, hann hafi verið að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvofandi sprengjuárás, en hann ákvað að færa sig ekki til, og var bara það sem hann var, og síðan bara dó hann, og en sonur hans tekur við, og það verði ekki stjórnarskipti. En Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin, þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út, sem að forsetinn gefur út, og síðan National Defense Strategy sem að hermálaráðherrann gefur út í Bandaríkjum sem kom nýlega og bara síðast ári, að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum, og þá er Suður-Ameríka, þá er Ameríka, það er þeirra svæði, þeir vilja ráða algjörlega Ameríku, þeir leggja minni áherslu á Evrópu, og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu, en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færa sig til Miðausturlandi í staðinn fyrir að fara til Asíu, og ég held að það hafi verið mistök, að það hafi verið málið það að Íran eftir þetta stríð, þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður, því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það að fara að taka toll og fara að stjórna Hormúzsundi. Það var bara opið svæði. Það sem kemur út úr þessu stríði núna er það að það er engin stjórnarskipti. Það er voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka kjarnorku það sem í Íran umfram það sem Obama var búinn að gera með samningi áður. Og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á Hormúzsundi sem þeir höfðu ekki, tóku ekki áður, og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum. Og ef þú talar um kjarnorkustríð, að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta muni geta, hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli. En það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á 3 dögum í Íran, það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var, og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stuðning bæði Kína og Rússlands. Og þannig að þetta er voðalega sérstök staða, og líka þetta með veikingu þessara bandalaga, þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög óþörf. Alþjóðastofnanir, hann hefur aldrei séð alþjóðastofnunum sem hann fyrirleit ekki. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill. Hann vill einhliða. Bandalagsríki, þau skipta ekki miklu máli. Og Bandaríkin eru þá að forgangsraða, og var þetta Ísland, þá náttúrulega það sem skiptir Bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku, og við erum í þeim pakka. En fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhyggjuefni, og það sem að vekur Evrópuríkin, að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega, það sem ég finnst vera vandamál Evrópusambandsins í dag er ekki efnahagsmálin og sem er aðal vandamáli, sem náttúrulega er heilmikið vandamál. Það sem er vandamálið er það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreiðu. Já, Herðu Hilmar, við skulum heyrast bara í næstu viku það. Ég ætla að setja komu og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbeitt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur heiminn. Og nóg er að taka. Nóg er að taka. Já, það er margt að gera því heiminum. Þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast. Kærar þakkir. Takk fyrir. Við höldum áfram við rauðaborðið. Framundan er allt önnur umræðu allt önnur mál. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.